Góðan dag, kæru vinir. Gott að vera með ykkur. Við langar til þess að sýna hérna nokkrar glærur, kannski hérna setjum við niður. Já, það gerir svona. Ekki eitthvað tæki sem ég á að nota til þess að, hvað er það þetta hérna? Gott að vera með okkur í dag og mér langar til þess að deila með okkur hér nokkrum hugsunum út frá orði Guðs. Já, takk. Nota nokkur augnablik til þess. Það er svo gagnlegt að íhuga sitt líf í tengslum við orð Guðs, í ljósi orðs Guðs. Það eru 3 textar sem er langar til þess að við íhugum stuttlega. Ég er að byrja að íta á eitthvað hérna. Það er ekki kveikt. Er eitthvað sem kann að hjálpa mér hérna? Hvað segirðu? Það gerist ekkert. Já. Ég skal bara færa glærurnar þá. Já, bara ítur áfram. Komust yfir í Kólussubréfið. Ef þú ferð áfram aðeins, þetta var bara ritningaðastinn. Kólussubréfið 12-14. Þetta er einn af þeim textum sem ég langar til þess að við fjöllum Þakkið föðurnum sem hefur gjört okkur hæf til að fá hlutdeild í arfleifð heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda vorra. Svona þegar við skoðum okkar líf, þá er þetta alveg einstaklega merkilegu texti. Þakkið föðurnum sem hefur gert ykkur fært að fá arfleifð heilagra. Faðirinn hefur komið því til leiðar. Gert okkur hæf til þess að fá hlutdeild í arfleiðrinni. Og hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins. Og hefur flutt okkur inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina og fyrirgefninguna. Þetta er bara svona yndislegu texti sem þetta rúmar einlega fagnaðarerindið allt. Og þegar við lítum yfir farin veg, þetta er svona svolítið til þess að horfa aftur á bak þetta vers hér. Lítið yfir farin veg, þá eru okkur þakkir efst í huga. Þakkið föðurnum. Hvað getum við þakkað Guði fyrir í okkar lífi? Jú, auðvitað endurlausnina. En við þökkum líka Drottni fyrir það bara að við lifum í þessu góða landi sem við búum við. Þegar við heyrum fréttir, vitum hvað er að gerast í heiminum, þá getum við verið afskaplega þakklátt fyrir það. Að fá að búa við þann kost sem við höfum. Þakka Drottni fyrir það sem hann hefur komið til leiðar í okkar lífi. Undursamlegt að lifa þannig að í ljósi orðs Guðs að þakka fyrir það sem hann gefur. Og svo næsta glæra, það er þá 3. kaflinn á 15. versið. Þessi endurlausn og þetta sem Drottinn hefur komið til leiðar í lífi okkar, það kemur á friði í lífi okkar. Látið frið ríkja í hjörtum ykkar. Því að til friðar voru þér kallaðir sem limir á einum líkama verið þakklátir.
látið frið ríkja, verið þakklátir. Bara svona yndislega falleg vers og máttug, öflug og mikilvæg vers að hafa í huga. Það er annar texti sem ég langar til þess að við skoðum. Þetta var kannski til þess að horfa svolítið aftur á bak, að horfa á lífið eins og við höfum það núna, þegar við byggt á því sem Drottinn hefur nú þegar fyrir okkur gert. En svo kemur Jesaja 43, 18 og 19. Þekkið þessi vers, svolítið merkileg vers. Hann segir, minnist ekki minnast hins liðna, né að hugleiða það sem áður var. Því að nú hef ég nýtt fyrir stafni, nú þegar vottað fyrir því, sjáu þér það ekki. Ég geri veg eyðimörkina og fljót í auðninni. Nú erum við að tala framtíðina. Hérna vorum við að tala í Kólunsarbréfinu það sem við byggjum á. Það sem Drottinn hefur nú þegar gert. En nú erum við að horfa fram á veginn. Ég held að það sé alveg skýrt að Drottinn vill að við umfram allt horfum til framtíðar. Horfum fram á veginn til nýrra tækifæra. Flott, takk. Hvað óskar þú að framtíðin beri skauti sér í þínu lífi? Það liggur svolítið í okkar höndum að ákveða það. Ekki horfa til fortíð. Er ekki mikilvægt að þekkja söguna? Í hvaða samhengi skildi vera mikilvægt að þekkja fortíðina og söguna? Er eitthvað sem við getum virkilega lært þar? Jú, við sjáum þetta í fortíðinni hvernig Guð blessar. Við sannfærumst trúfesti Guðs með því að skoða fortíðina og kærleika, langlundargeð Guðs, óendanlega fyrirgefningu hans. Við sannfærumst þá sigra sem við höfum unnið í Drottni og þá áfanga sem hafa náðst. Og við líka minnumst mistakana sem við gerðum, þannig að við getum varist þessi mistök í framtíðinni. Jú, það er ýmislegt sem sagan getur sagt okkur. Í ár eru 110 ár frá því að fyrsti söfnuðurinn okkar var stofnaður á Íslandi. 110 ár, það eru mörg ár. Eða 1906 að söfnuðurinn í Reykjavík var stofnaður. Það var þá Davíð Östlund sem stofnaði þann söfnuð sem var okkar fyrsti leiðtogi starfsins á Íslandi. Kirkjan var svo byggð í Reykjavík 1926, það er þá orðið 90 ár síðan. Tíminn líður, margt sem hefur gerst. Hér í Hafnarfirði var stofnaður söfnuður, var það 1994. Það er enginn sem leiðréttir mig, svo líklegast er það rétt. Það eru mörg ár sem árin líða og það er eitt atriði bara að nefna þennan árafjölda en hugsið ykkur allt sem hefur gerst á þessum tíma og hvernig Drottinn hefur leitt kirkjuna í gegnum sigra margvíslega og oft á tíðum. Einnig ber okkur að minnast þeirra samferðamenna sem við höfum gengið með í gegnum árin og sem eru horfin á braut. Ástvinir sem eru horfnir. Skilið eftir sér ríkar minningar í starfi safnaðarins og í uppbyggingu ríkis Drottins. En Guð er hérna í Jesaja að hvetja okkur til þess að á þessum grunni horfa fram á veginn. Sjá að það eru ný tækifæri. Sagan er lykilatriðins lengi og hún gerir okkur fær að takast á við núið, núna og leggja djörf áform fyrir komandi tíma. Við höfum ekki lifa í fortíðinni. Það er stöðnun, það er dauði. Nei, við þurfum að ganga fram og
og leggja djörf áform fyrir framtíðina. Og þannig Drottinn að hvetja okkur til þess að taka djarft skref fram á við í fullu trausti til hans, við vitum það að við getum treyst honum fullkomlega. Þriðji textin, það einn text í viðbót. Að þegar við skoðum okkar líf og tilveru í ljósi orðs Guðs, það alveg ómetanlegt og stórkostlegt. Kíkjum á Åpenbarunarbókina, 3. kafla, vers 7 og 8. Tekið aðeins nokkur orð úr þessum texta, af því að þá hentar það betur fyrir okkur. Ég held þetta auðvitað sérstaklega verið að tala til safnaðarins í Fíladelfíu, þarna í upphafi Åpenbarunarbókarinnar. En ég held að þetta sé loforð og fyrirheit sem við getum öll beðið Þetta segir sá heilagi, sá sanni, sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að enginn læsir svo að enginn lýkur upp. Sjá, ég hefur látið standa dyr opnar fyrir þér sem enginn getur lokað. Það stórkostlegt fyrirheit. Stórkostlegt fyrirheit, stórkostlegt tíðindi að þannig sé málið hjá okkur. Við lítum fram á við til nýrra tækifæra. Jú, í Jesaja sagt að við þurfum að horfa fram á veginn, en hér lofar Drottinn Jesús Kristur sem sá sem talar í Åpenbarunarbókinni. Hann lofar því að ljúka upp fyrir okkur, gera okkur fært að komast áfram. Ný tækifæri liggja framundan, ekki umfram allt vegna hugvitssemi okkar, heldur vegna þess að Guð almáttugur. Guð hins nýja, Guð nýrrar sköpunar. Við leggjum áherslu á að Guð sé skapari alls, en hann líka sá sem viðheldur sköpun sinni. Alheimurinn einungis til vegna þess að Drottinn gefur honum augnablik eftir augnablik í tilveru sinni. 3 textar, Kólussarbréfið 1, 12-14 og 3, 15. Þakkir fyrir það sem liðið Þakka fyrir lífið, þakka fyrir eilíft líf, þakka fyrir fyrirgefninguna, þakka fyrir að við erum börn Guðs. Og Jesaja 43, 18 og 19. Nýtt orðið til, ný framtíð. Og svo Åpenbarunarbókin 3, 7 og 8. Það eru opnar dyr til framtíðar. Stundum þá leggst ykkur drungi yfir fólk nú á dögum. Það ykkur kvíði. Það finnst allt vera svona dapurt. Framtíðin ekki björt. Það eru erfiðleikar. Það eru blikur á lofti. En ekki í orði Guðs. Ekki í tengslum við það sem Drottinn vill gera. Þar ekki döpur eða erfið framtíð eða drungi yfir framtíðinni. Hún björt, hún glæsileg, stórkostleg. Drottinn vill skapa eitthvað nýtt í okkar hjörtum. Hann vill endurskapa okkur og hann vill gefa okkur glæsilega framtíð. Já, allt þetta í raun að finna í texta dagsins sem hún Kristín Lára las fyrir okkur í Mattheus 16. Og mér langar til þess að skoða það svo litið, skipta aðeins gír og skoða þann texta í nokkra mínútur. Og svona til þess að leiða inn að textanum, þessari merkilegu umræðu sem þar þá þurfum við að samfærast það að við erum stöðulega að tala við okkur sjálf. Við erum öll daglega og oft á dag að tala við okkur sjálf. Og þú segir kannski nei, ég ekki alltaf að tala við sjálf mig. Leið og þú segir það, þá ertu eiginlega að sanna þig að þú ert að tala við sjálfa þig. Við erum að hafa áhrif á okkur sjálf og hvísla að okkur sjálfum.
leiða okkur sjálf til einhverja framtíðar, eða til í einhverja ákveðna átt. Þetta gerist við öll tækifæri í lífinu okkar og þetta mótar okkar sýn á raunveruleikann, á okkur sýn á okkur sjálf og mótar líka þá ákvarðanatöku sem við tökum í daglegu lífi okkar. Þetta verður þetta innsæi sem við höfum. Svona innri skilningur á hlutunum sem ekki alltaf byggður á rökhugsun, það er einhver tilfinning sem við höfum fyrir raunveruleikanum og fyrir því sem er satt og rétt og gott að gera. Við byggjum flestar ákvarðanir okkar á svona einhverju innsæi, einhverju tilfinningu sem við höfum. En samt ætti að vera aðvörunarmiði á þessu innsæi, þessum skilningi sem við höfum á hlutunum, sem við mótum svona, ekki minnst af tilfinningu. Og hvað er þessi aðvörunarmiði sem ætti að vera á þessum skilningi okkar? Jú, við finnum hann í Orðskviðanum 14:12 og nú ætla ég að prófa að ýta hérna. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó í helju. Þetta er þessi aðvörunarmiði ætti að vera á þessum skilningi sem við sjálf höfum. Við höfum talað meira það í leksjunni, eins og þið viti sem hafa lesið leksjuna. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó í helju. Þetta er 2007 þýðingin. Viðeyjar biblía, merkileg biblía, þýdd eða gefin út á 19. öld, prentuð í Viðey. Og við erum svo heppin að það er maður sem við þekkjum vel, hann Jón Hjörleifur Stefánsson, hefur hjálpað til við að koma þessum texta á vef Biblíufélagsins. Þannig að þau ykkar sem leitið þangað venjulega, þið sjáið að þar er hægt að lesa nýjustu þýðingu Biblíunnar, líka 1981 þýðinguna, líka Viðeyjarbiblíu og líka Guðbrandsbiblíu. Hafið þið séð þetta? Er ykkur hérna sem veit að þessu? Það er allavega sumir. Og hérna er mjög merkilegt. Bera saman þýðingarnar, akkur ekki. Það er auðlegð í þessu. Og þið sjáu hérna hvernig þetta er þýtt í Viðeyjarbiblíu, þessi text í Orðskviðanum. Vegir eru til sem manni sýnast réttir. Þetta orð hérna, manni sýnast, það er í öðrum þýðingu líka, vantar kannski í 2007 þýðinguna. Þetta er þetta mannlega sýn, það er okkar viðhorf, það er okkar sannfæring. Okkur sýnist þetta vera rétt, en útgangurinn er vegur til dauðans. Ekki nota meiri tími í það, en höfundur Orðskviðanna var svo sannfærður að þetta væri mikilvægt að hafa í huga. Hann endurtekur þetta aftur og aftur í Orðskviðanum. Þetta er ekki bara á einu stað. Þetta mannlega viðhorf, það er svo ríkt í okkur og við erum svo sannfærð að það sé rétt, en veriði varkár. Veriði varkár. Þessi mannlegu skilningur er ekki alltaf sannleikurinn. Umfram allt. Og hvers vegna er það? Við getum ekki alltaf byggt á okkar eigin skilningi vegna þess að við erum eiginlega nautnahyggjufólk. Nautnahyggja er svo rík í okkur. Við leitumst eftir vellíðan. Við viljum kjósum það sem skapar vellíðan hjá okkur og við flýjum vanlíðan. Það er ekki alltaf bestu grunnurinn að við byggja á. Það er eitthvað bilað í okkur. Við þurfum að finna einhver betri grunn að standa á. Innsæinu er ekki alltaf treystandi. Umfram allt er innsæinu ekki treystandi ef það gengur gegn orði Guðs. Þá munt þú ekki enda á þeim stað sem þú óskar ef þú brýtur gegn orði Guðs og
gengur frekar á þínu eigin hyggjuviti. En ég ekki á villigötum, getur ykkur sagt. Mér finnst ég vera á réttri leið. En sannleikurinn sá að þegar uppi staðið, þá getum við ekki treyst okkar eigin innsæi umfram orð Guðs. Snúum okkur að textan úr Matteusar Guðspjalli. Við lásum hérna úr 16. kafla í 21. versi. Ég ætla að koma því upp hérna. 21. vers áfram. En hvað að gerast hér? Hvað að gerast áður en þessi vers eru rituð? Þá það að Jesús leggur spurningu fyrir lærisveina. Þeir eru á gangi saman. Þeir eru nálægt borginni Caesarea Philippi. Og þeir eru á gangi, kannski í fjalllendi, kannski brekka, þeir eru að ganga upp og þeir eru úti í náttúrunni og þeir eru að tala saman á göngunni. Og Jesús leggur fyrir þá spurningu og segir hvað? Svona til þess að koma umræðina áfram, eða af stað. Hvað segja menn mig? Hvern segja menn mig vera? Og það byrjar umræða leið og þeir koma og segja það sem svona eru orð götunar. Hvað það sem fólk segir Jesús? Orðrúmur á götun þessi. Sumir segja að þú sért spámaður. Aðrir segja að þú sért mikill kennimaður. Sumir segja að þú sért einn af þessum gömlu spámönnum sem risin upp frá dauðum. Og svona heldur umræðan áfram og það eru margir ábyggilega flestir sem taka þátt í þessar umræðu því hún létt og góð og svo allt í einu snýr Jesús málinu við og segir já, en hvern segið þið mig vera? Og þá grafa þögn. Þá enginn tilbúin til að segja neitt alveg strax. Þá eitthvað sem við þurfum að segja frá okkar eigin hjarta. Þegar það gerist, þá verðum við svolítið þögul. Þá þetta orðið erfiðara. En svo kemur Pétur fram og bjarga málum eins og svo oft áður. Og segir þessi stórkostlegu orð: Þú ert sonur hins lifandi Guðs. Þú ert Messías. Sagði það kannski ekki orðrétt en það sem hann átti við. Þú ert sá sem við vonuðumst eftir. Þú ert svar við loforði spámannanna. Og Jesús blessar Pétur fyrir þetta svar. Og hann segir: Sæll ert þú, Símon Jónasson. Því að hvað? Þetta sem þú segir þarna, það ekki byggt á þínu eigin innsæi. Það ekki byggt bara á þínum eigin tilfinningum. Það ekki eitthvað sem þú sjálfur uppgötvað, vegna þess að hann segir: Guð hefur opinberað þér þetta. Þetta byggt á orði Guðs. Þetta byggt á opinberun frá Guði. Gott hjá þér, Pétur, getum við sagt. Þú ert oft svo bráður, Pétur, þú kemur fram, þú talar kannski svolítið stundum áður en þú hugsar. Stundum hefur gert þér þannig mistök og það hefur komið þér í erfiðleika, en hérna hittir þú beint í mark, Pétur. Og Jesús, hann blessar þig. Og svo strax eftir þetta þá lesum við versi 21. Hvað kemur fyrir þá? Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum frá því að hann ætti að fara til Jerúsalem, líða þar mikið af völdum öldunga, æðstupresta og fræðimanna og verða líflátin en rísa upp á 3. degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann: Guð forði þér frá því, drottinn. Þetta má aldrei fyrir þig koma. Ekki merkilegt, Jesús nýbúinn að blessa Pétur fyrir það að hann sagði það sem hann sagði Jesú Krist. Já, Pétur, segir Jesús við hann, ég Messías.
Þú hefur á rétt að standa hvað það snertir. Blessaðu sértu Pétur minn. Ég hinn heilagi drottins. Ég Guð holdi klæddur. Ég sendur til þess að taka burt syndir heimsins. Já, Pétur, en, svo segir hann, fræðamenn og farísear munu taka mig til fanga, þeir munu húðstríkja mig og þeir munu koma mér þanga það sem ég verð líflátin. Og væri ég þarna, þá myndi ég líklegast taka undir orð Péturs. Ég myndi síða Jesús að koma aðeins afsíðis. Jesús, hvað ertu að segja? Jesús, ertu frá þér? Ég meina, ég hef séð hvernig þú fer með þessa farísea og fræðimenn. Ég sá líka hvernig þú reisti stúlkuna upp sem var dáin. Ég sá þig þagga niður í stormum og hafróti. Náttúran hlýðir þér. Hvernig getur það nokkuð tíman orðið að þessir farísear og fræðimenn sem þú þaggar niður í, þú ræður við algjörlega, að þeir muni sigra þig? Hvernig má það vera? Það er ekki fræðilegu möguleiki. Nú veitum hvernig Jesús þaggaði niður í faríseanum í hvert tækifæri. Hann fellir þá alltaf. Að hann muni svo verða afhentur þeim, þjást af þeirra völdum, myndi deyja af þeirra völdum. Það fyrir ótrúlegt. Mannlega séð er það gjörsamlega ótrúlegt. Og við getum líka sagt kannski, hvernig stóð á því að Pétur og hinir lærisveinarnir heyrðu ekki það sem Jesús var að segja. Hann var stöðulega að segja þeim það. Hann myndi fara til Jerúsalem, hann myndi vera píndur þar og hann myndi deyja og rísa upp aftur. Það er dæmigert, eða dæmi það hvernig við heyrum það sem við viljum heyra. Dæmigerð röksemdafærsla hins mannlega innsæis sem byggir á tilfinningum og sem hér bregst Pétri algjörlega. Því sjáum við hvað ríki Guðs snýst Og við kíkjum hérna næsta vers. Jesús sneri sig við og mælti til Jesús: Vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig. Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Pétur. Guð sé lof fyrir það að við öðlum skilning á því sem getur brugðist í hinum mannlega samhengi, í hinum mannlega innsæi okkar. Það athyglisvert eru viðbrögð Jesú við því sem Pétur segir. Jesú segir í raun: ástæðan fyrir því að þú skilur ekki þetta, Pétur, eru að viðbrögð þín eru byggð á mannlegu eðli, samkvæmt mannlegu innsæi, og það blekkir þig, Pétur. Þú skilur þetta ekki. Hugur þinn stilltur inn á það sem mannlegt og ekki það sem guðlegt. Og á þetta setur Biblían aðvörunarmiða. Vertu varkár. Að öðrum kosti getur sú braut endað á hellslóðum. Pétur fylgjandi Jesú. Pétur hafði yfirgefið allt, hann hafði yfirgefið net sín, hafði yfirgefið föður sinn, hafði yfirgefið bát sinn og hann fylgdi Jesús af einlægni. En nú hefur mannleg hugsun tekið völdin í lífi Péturs. Hann farinn að ávíta Jesú. Hugur hans stilltur inn á það sem mannlegt á mannlega hugsun, frekar heldur en þá sem guðlega En við sjáum hvernig Jesús hvolfir mannlegu innsæi við í versunum áfram, 24-26. Þá mælti Jesú við lærisveinana sína: hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu
mín vegna mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Gætu menn spurt, hvað hér í gangi? Hvernig eigum við að skilja þetta? Pétur, hann barðist fyrir því sem var mannlega eðlilegt, hann barðist fyrir lífinu. Hann var kominn til þess að verja lífið. Hann barðist fyrir því sem var mannlega skynsamlegt. Mannlega séð var þetta skynsemi sem hann talaði. Og hann sagði, nei, þetta getur ekki verið rétt, Jesús. Mitt innsæði segir mér að þetta sé eina rétta. Þú ert Messías. Ef þú ert sá sem þú segist vera, þá getur þetta ekki átt sér stað sem þú ert að tala um. Það er ekki hægt. Og þá segir Jesús, þú sér þetta með þínum augum, að því að tölvan í þér er biluð. Örgjörfin er bilaður í þér. Leyfðu mér að gera við hann. Þú sækist eftir lífi, Pétur. Það kostar dauða. Þú sækist eftir hamingju, Pétur. Taktu upp krossinn og fylgdu mér daglega. Þú vilt tilgang með lífinu og fullnægju. Glataðu þá ekki sáluðinni fyrir glingur og fyrir tímabundna hluti, Pétur. Þetta er mannleg innsæi, mannleg heilbrigð skynsemi, snúið á hvolf. Svo það sem Jesús fer fram á er að við viðurkennum að ef nota má þessa samlíkingu með tölvu, að það er eitthvað bilað. Vélin er biluð í okkur. Við komumst ekki á leiðarenda af eigin ramleik. Og það er megin játningin hjá okkur öllum. Og það er bæn mín fyrir okkur öll. Að við tökum þátt í þessari endurnýjun, eins og við þetta þegar höfum gert, en að við göngum áfram þá götu að deyja sjálfinu, að taka upp krossinn og að fylgja frelsar okkar daglega samkvæmt orði hans og boði hans, og þannig eflist okkar andlega líf og okkar samband við frelsar okkar daglega og stöðulega. Götu sem kannski virðist einkennileg mannlega séð, en er hið eina sanna í tengslum við orð Drottins. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér, því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, en hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Mætti það verða sannleikur og leyndardómur og fjársjóður sem við gröfum og finnum meir og meir sérhvern dag. Amen.